Hanna G. Sigurðardóttir, útvarpskona á Rás 1. Vertu velkomin. Góðir fundamenn, hrunið og strikin í reikningana, mörg strik, allstaðar. 2 þeirra í rekstrarreikning Ríkisútvarpsins fljótt eftir hrun, í desember 2008 með uppsögn 44, aftur rétt rúmu ári síðar, í janúar 2010, fækkaði 30 stöðugildi, alltaf 50 manns. Mikil blóðtaka fyrir starfsemina. En með þessum harkalegu aðgerðum var peningalegum rekstri Ríkisútvarpsins komið á réttan kjöl og gott betur. Í lok tímabilsins 2009 til 2010 er hagnaður upp á 206 milljónir. Svo saxaðist á þennan hagnað þegar frá leið. Í árslutauppgjöri í febrúarlok 2012 eru þó enn 9 milljónir í plús. Í ágústlok sama ár 2012 hins vegar tap upp á 85 milljónir. Hvernig má það vera? Að á hálfu ári frá febrúar til ágúst 2012 glundrist niður tæpar 100 milljónir. Svipuð upphæð og nú er skorin af Rás 1. Hvað gerðist á útmánuðum og sumarið 2012 í rekstri Ríkisútvarpsins? Tölur af þessu tagi vekja upp spurningar hvernig staðið er að fjárhagslegum rekstri í Ríkisútvarpinu. Hefur verið skynsamlega farið með þá fjármuni sem þó hafa verið til ráðstöfunar. Ábendingum á borð við þetta, tölulegar upplýsingar og spurningar, slíkum ábendingum hefur verið reynt að koma á framfæri bréflega til stjórnar og sömuleiðis á þeim örfáu almennu starfsmannafundum sem bjóðast í Ríkisútvarpinu. Lítið svör, stundum loðin svör. Og heldur ekki svör við þeirri ábendingu að rekstrarkostnaður Rásar 1 er 7% af heildartekjum Ríkisútvarpsins. Þannig var það að minnstakosti síðastliðið haust 2012, við höfum ekki nýrri tölur. En þarna 2012, síðastliðið haust, þá var kostnaður við yfirstjórn tæp 6%, en 7% voru reiknuð Rás 1 af heildartekjum. Er þetta eðlilegt? Að hlutfall kostnaðar við starfsemi sem á telja eina af meginstoðunum í því hlutverki sem almannaútvarp á að gegna sé ekki hærra. Í síðustu viku gripu stjórnendur aftur til aðgerða, enn harkalegri en fyrr, 60 starfsmenn. Út frá forsendum fjárlagafrumvarps sem enn hefur ekki verið samþykkt, ekki einu sinni komið til annarar umræðu. Hafi þessar aðgerðir í síðustu viku engu að síður verið óhjákvæmilegar. Þá vakna líka spurningar hvar þær koma aðalega niður. Harðast á Rás 1, eins og komið hefur fram. Þar fækkar 12 manns þegar allt er talið, það bil helming starfsmanna. Tónlistadeildin er rústir einar, 1,5 stöðugildi eftir í þáttagerð, 1 til viðbótar í yfirumsjón. Og jóladagskrán í vinnslu, dagskrá sem að stórum hluta stendur saman af tónlist, hún er í uppnámi. Einum af 3 þulum hent út samstundis á þeim tíma þeirra mest mæðir á þeim starfsmenn. Annar fylgir í kjölfarið áramót. 8 störf á fréttastofu. Kastljósið lemstrað með uppsögnum 4 starfsmanna, 4 sagt upp á Rás 2, afmælisráði. Barnaefni heyrir líklega sögunni til í útvarpi áramót með uppsögn sjónarpennana 2. Þannig mætti áfram telja. Brottreknir, allir í hópi þeirra sem koma beint að vinnslu og útsendingu dagskrárinnar. Engum sagt upp í yfirstjórn, millistjórnendur varðir, markaðsdeildin óhreyfð. Er þetta eðlileg forgangsröð, þurfi á annað borð að fara í aðgerðir? Hver er sýnin? Við sjáum og heyrum starfsmenn Ríkisútvarpsins að okkur sé engin vorkunn. Það er víða sagt upp, hópum fólks og það er sannarlega rétt. Framhjá því verður hins vegar ekki litið að fjölmiðill í almannaeigu hefur nokkra sérstöðu og með þessum aðgerðum er við að veikja hann. Fjölmiðill í almannaeigu hefur skyldur til að veita trúverðugar upplýsingar
Sömuleiðis að spyrja gagnrýnna spurninga, meðal annars uppsagnir og samdrátt á öðrum stöðum í samfélaginu, miðla fræðslu og menningarefni af margvíslegum toga, vinna úr, setja í samhengi, varðveita. Gleymið ekki þjóðarsafninu í kjallaranum í Efstaleiti. Þar að finna fréttir af Surtseyjargosi, upptökur frá listahátíð, ræður stjórnmálamanna langt aftur í tímann. Kannski vilja einhverjir að eitthvað af þeim ræðum týnist. Starfsmenn hafa reynt að rýna í uppsagnarlistan til að finna einhvern samnefnara. Engin trúverðugur finnst. Hlutverk Ríkisútvarpsins? Varla. Starfsaldur og reynsla? Nei. Bæði gamlir í hettunu og þeir sem skemmra hafa starfað eru meðal brottvikina. Verðlaun utan á samfélaginu fyrir velunni störf? Engin trygging þar. Meira segja sá mælikvarði sem stjórnendum svo gjarnt að nefna, hlustenda og áhorfsmælingar, sem auðvitað eiga ekki að vera megin leiðarljósið í starfi Almannaútvarps. Meira segja þessar mælingar hafði ekkert að segja. Að minnstakosti var þeim 2 starfsmönnum Rásar 1 sem skora hæst á þennan mælikvarða sagt upp. Hver var þá hugsunin að baki þessum aðgerðum? Var einhver hugsun? Hefur stjórn stofnunarinnar að marka stefnu? Hverjar eru áherslurnar? Þriðjudags eftirmiddagur fyrir rúmri viku. Í Efstaleiti kvísast út að fjölda uppsagnir verði daginn eftir. Eitthvað sem hefur verið yfirvofandi í 2 mánuði. Nývöknuð á miðvikudagsmorgni kíki ég því strax í vinnupóstinn. Engin merki aðgerðir. Fer að tía mig af stað, en hrekk upp við örvæntingarfull SMS frá ættingjum. Fréttir af uppsögnum komnar í fjölmiðla. Mæti í Efstaleitið 9-leytið. Hitti þar fyrst fyrir grátbólna kæra samstarfskonu mína. Einn af öðrum kallaður upp á 50. Engin veit hver næstur. Sjálf veit ég ekki hvort mér ætlað að senda út þáttinn sem fer í lofti 2 tímum síðar. Á ég að afboða viðmælendur. Verður þátturinn yfirleitt á dagskrá. Enginn þeirra fáu sem eitthvað vita má segja neitt. Það eins og sé leyniskytta í húsinu. Svona þá unnið í merkri stofnun í eigu þjóðarinnar. Þetta í anda menningarstefnu? Mannauðsstefnu? Þetta fagleg stjórn? Ekki full ástæða til að láta skoða hvernig staðið að verki í Ríkisútvarpinu?